Velkommen í verkstað Unimax. Nafn mitt Tomo Krausenski. Ég virkilega hlakka til þessa. Að mínu mati svona vinnumiðstöð. Draumur hvers manns, hvort sem það handverksmaður eða fagmanneskja. Workcenter eða vinnumiðstöð eða vinnustöð hefur verið viðskiptamerki fyrirtækisins Triton í meira en 40 ár. Síðast sýndum við úrval af rafmagnsverkfærum frá þessu merki. Og í þetta skipti munum við skoða nýjasta viðbótina í röð alhliða vinnuborða sem kallast Workcenter. Samkvæmt framleiðandanum þetta 7. kynslóðin, þess vegna ber hún heitið 2 og 7. Vinnumiðstöðvar Triton voru frá upphafi hugsaðar sem flytjanleg kerfi þar sem hægt að festa handfingsur, efri fræsara og mögulega aðrar vélar eftir því hvaða aukabúnaður til staðar. Þess vegna byrjaði Triton á undanförnum árum að þróa og framleiða einnig rafmagnsvélar sem voru fullkomlega aðlagaðar til að samþætta í vinnumiðstöðvar, en gátu samt verið notaðar sem venjuleg handstíð rafmagnsverkfæri. Sveigjanleiki slíkra lausnar var gríðarlegur, en notkunin var nokkuð flókin. Auk þess þurfti að kaupa mikið af, ekki alveg ódýrum fylgihlutum. Kannski þess vegna reyndi Triton aðra leið, nefnilega sjálfstæðan alhliða borð, með einstökum einingum. Fræsingareiningin þarf enn fræsara, en sagareiningin getur nú verið án. Hljóðdeyfis. Við skulum taka þetta í réttri röð. Grunnurinn eins og ég sagði áður, traust samanbrjótanlegt borð. Þyngdin 30 kíló segir allt sem segja það, og þess vegna hefur það einnig hjól, sem auðvelda flutning þess í samsettu ástandi. Þú getur keypt stærri hjól til að auðvelda flutning á samanbrotnu borðinu. Að leggja saman og brjóta borðið frekar auðvelt, en það krefst auðvitað æfingar. Hæðin 90 cm, en þú getur einnig nota það í samanbrotnu ástandi. Í því tilfelli vinnuborðið rétt undir 32 cm frá jörðu og borðið passar í skottið á flestum fólksbílum. Klemmuplata úr nikkelfylgirmer. Þökks í götum getur þú notað ýmiss konar klemmubúnað. Undir borðplötunni innbyggð skúfa með öryggisrófa sem hægt að slökkva á með hnénu, ef þörf krefur eða í neyðartilvikum. Í pakningunni finnum við einnig massíft átleðarreglustykkur sem þó ætluð til notkunar, með sagahlutanum. Hann hannaður sem sjálfstæður vél, sem með því að setja eininguna í borðið, verður að fullkominni borðsög. Þó að þetta sé ekki eins lágmarkslaust og fyrri miðstöðvar sem notuðu flytjanlega hringrásasög, þá hefur notendaþægingin aukist verulega. Það ekki lengur nauðsynlegt að stilla flókna mafla sem festur undir borðinu. Án sérstakrar aðlagaðrar Triton-sögu var nákvæm stilling, mjög erfið. Sögumódulins 001 stjórnarins og venjuleg, borðsög. Að stilla dýpt skurðarins eða hallan á blaðinu ekkert vandamál. Það vantar ekki stillanlega stoppfest fyrir rétt horn og nákvæma skáskurð undir 40 og 5 gráðu horni. Enn möguleiki á að framkvæma skáskurð án þess að halla sögblaðinu, þökk, sé því að halla vinnustykkinu eftir skáskurinn í reglustykki. Sögumódulinn nýtir leiðslirennur í vinnuborðinu. Þær hafa staðlaða breidd upp á 3/4 tonn, þannig að auk. Meðfylgjandi hornleiðara getur notað til dæmis uppáhalds leiðarann þinn úr annarri borðsög. Það sem fylgir með fjölnota. Án þess að þurfa að stilla það getur gert skurði í 90 og 40 og 5 gráðu horni og þú getur líka notað það í stað þrýstigangs. Í eldri vinnumiðstöðum Triton var hægt að snúa sögumódulnum á hvolf og með rennibrautinni var hægt að nota hann á svipaðan hátt og skurðasög. Í nýja kerfinu þessari virkni að hluta til skipt út fyrir svokallaða verkefnasög, BIS 001. Hún fyrst og fremst ætluð fyrir gólfefnavinnumenn sem vinna með lagskipt gólfefni eða minni viðarhluta allt að 20 og 2 mm þykk. Sæblaður hefur nefnilega aðeins 120 og 7 mm þvermál og 17 mm bori. Módulinn vegna hönnunar sinnar nothæfur ekki aðeins í vinnumiðstöðum, þetta einnig sjálfstæð. Þegar unnið með gólfefni fellur því niður stöðugt að standa upp til að ná í vél sem hátt uppi. Verkefnisögin virkar í 2 stykkingum. Við þverskurði vinnustykki fast og sagan hreyfist. Við langskurð sagan fest og vinnustykki hreyfist. Síðasti módulinn fræsiborðið, röð 001. Fræsiborð fyrir efri fræsa hefðbundinn hluti af vinnumiðstöðum Triton og þessi kynslóð næsta, fullkomin. Grunnurinn útplata sem lagskipt til að draga úr núningi. Mónplata leyfir festingu hvaða efri fræsa sem en auðveldast auðvitað að samþætta vélar af sama merki. Þar fyrirborugöt og þau nýta sér einstakt bæjónetkerfi efri fræsa frá Triton. Þær einnig búnar með austurfingu með möguleika á að stjórna með sveig sem fylgir hverri fræsu og í borðinu samsvarandi gat fyrir hana. Sjálfvirk læsing á snældunni auðveldar einnig verulega notkun. Fullkomin nákvæmni í fræsingu tryggð með reglustykki í stöðugu álblönduðu prófíli, möguleika á að stilla hana með austurfingu og einnig 4 þrýstikambum.
Leiðarplötuna á útganginum hægt að færa, miðað við innleiðarplötuna, 1,5 til 2 millimetra með millistykki og nota borðið síðan til að jafna brúnir eins og á hefli. Það vantar ekki heldur út fyrir verkfæri til að auka öryggi og bæta spónusjóð, alveg eins og í sagareiningunni. Vinnumiðstöðin Triton 2 og 7 tilvalin fyrir krefjandi handverksmenn sem hafa ekki nóg pláss fyrir stóra fasta vélar, en einnig fyrir fagmenn sem þurfa gott og sveigjanlegt vinnumiðstöð utan verkstæðisins. Tengla á einstaka ígildi finnur þú í lýsingunni undir myndbandinu. Ef þér líkaði við myndbandið, vinsamlegast ekki gleyma að gefa lík, það er þumalvingur upp, og ef þú vilt ekki missa af næsta myndbandi frá Unimax verkstæðinu, smættu á áskrifa og ef til vill einnig á bjölluna svo þú fáir tilkynningu leið og við hlaðum upp nýju myndbandi. Þakka þér fyrir athyglina og ég þakka til að sjá þig í Unimax verkstæðinu.